Komið sæl. Aðeins fá hrista mig, ég er pínstressið. Það vekjaði bara fyrir ykkur. Ég held að ég hafi átt á flestu von öðru en því að ég myndi standa upp og segja sögun mína fyrir fram og fullt af fólki. Eftir miðað við allt sem ég hef gengið í gegnum og allt sem ég hef reynt í lífinu. Ég er búin að hugsa mikið það síðan Sigrún talaði við mig og bað mig að koma og segja söguna mína hérna, hvernig ég geti komið þessu frá mér. Af því að hún er ekki stutt og að koma 40 árum niður á 10 mínútur er pínu erfitt, en ég ætla að stikla á stóru bara. Ég var fyrir kynferðisofbeldi sem barn af hendi náins ættingja og það hafði mikil áhrif á mig, mjög. Hann kom því þannig til leiðar að þetta var mér að kenna. Það var ég sem að bar ábyrgðina á því og í mörg ár að þá gerði ég það. Og kannski með því að standa hér fyrir framan ykkur í dag er ég svolítið að setja ábyrgðina tilbaka þar sem hún á heima. Þetta ofbeldi varði í mörg ár. Ég átti samt mjög góða æsku. Ég ætla ekki að taka það af foreldrum mínum að þau eru yndisleg. En þetta hefði rosalega mikil áhrif. Þessi maður var maður sem mér þótti ofsalega vænt um og elskaði. Og hann kenndi mér að fólk sem að elska mig því er ekki treystandi. Og þar af leiðandi þá útilokaði ég flesta í kringum mig. Þar á meðal foreldra mína og fjölskyldu. Mín saga stoppar ekki þar. Ég var 12 ára gömul þegar hann hættir að misnota mig og ég held að það hafi hreinlega verið út af því að ég var orðin of þroskuð fyrir hann. En mín saga stoppar ekki þar. Í dag er ég búin að lenda 3 sinnum í nauðgun, 4 sinnum í nauðgun, 3 sinnum í tilraun til nauðgunar. Ég hef orðið fyrir á vinnustöðum áreiti og allt hefur þetta áhrif vissulega og öll þessi mál fannst mér vera mér að kenna og ég tók sökina að þeim glöð. Það gefur að skilja að þetta hefur áhrif á andlega heilsu og ég er búin að berjast við þunglyndi og kvíða bara frá því að ég man eftir mér. Ég vissi ekki hvað þetta var þegar ég var barn og unglingur en mér leið alltaf illa, það var alltaf vanlíðan, það var alltaf ég að berjast á móti heiminum einhvern veginn en samt svona án þess kannski að nokkur tæki eftir því. Ég var komin yfir 20 þegar ég ákvað að leita mér aðstoðar. Þá var ég orðin móðir, mér fannst það alveg hræðilegt. Ég fæddi stúlkubarn í þennan heim og vissi að ég gæti ekki passað hana. Það hafði mikil áhrif á mig og ég fekk slæmt fæðingarþunglyndi í kjölfarið. En á þeim tíma, sem sagt 1993, og þá var ekkert verið að ræða fæðingarþunglyndi. Þetta var bara svona. Maður átti bara að fara heim og takast á við þetta. Ég sem sagt fer í menntaskólann á Akureyri 22 ára gömul, var elsti nemandinn í skólanum, ægilega stolt af mér og þar bauðst mér að fara til sálfræðings frítt í 3 tíma og ég hugsaði með mér nú er kominn tími, ef ég gert ekki fyrir sjálfa mig þá verð ég allavega að gera það fyrir dóttur mína, að leita mér aðstoðar. Ég fer til sálfræðings og hann segir við mig loksins þegar ég hafði það að segja að ég hefði orðið fyrir ofbeldi að þá segir hann, af hverju sagðir ekki frá þessu fyrr? Þú hefði kannski getað bjargað einhverjum ef þú hefði sagt frá þessu. En þá meiri skömm á mínar herðar, ég labbaði út algjörlega beygð og bogin og leið ennþá verr. Ég flytti til Reykjavíkur og ákvað að leita til Stígamóta. Ég hefði heyrt að Stígamót hjálpuðu fólki eins og mér. Það tók mér rosalega langa tíma. Ég veit kannski einhverju hérna muna eftir því að þetta var hérna í Fríðu frænku á neðri hæðinni og Stígamót var á efri hæðinni og það tók mig 3 skipti að komast inn fyrir dyrnar hjá þeim. Hreinlega, þetta voru bara erfiðustu skref lífsmins held ég. En þar tók á móti mér yndislegt fólk. Ég sagði ekki mikið, en ég hlustaði, ég fór í hóp hjá þeim og hlustaði og heyrði hvað aðrir höfðu að segja og fannst alveg ótrúlegt að annað fólk gæti sett í orð það sem að mér fannst og hvernig mér leið. Ég flytt svo aftur austur á Reyðarfjörð og hugsaði með mér að þetta væri eitthvað sem ég þyrfti að gera. Ég þyrfti að halda áfram. Ég eignaðist 2 börn í viðbót, fékk fæðingarþunglyndi eftir báðar þær meðgöngur, reyndar tekið aðeins betur á því þá.
ég var komin á lyf, ég fór til heimilislæknis og fekk lyf, svo þurfti ég að fá önnur lyf af því að ég fekk sem sagt ábyggilega allar aukaverkanir sem að umgetið á blöðunum og rúmlega það af öllum lyfjum sem ég reyndi, þannig að ég er búin að fara í gegnum ansi margar tegundar af lyfjum í gegnum tíðina. Ég fekk styrk frá Fjarðabyggð sem að þótti nú ansi merkilegt á þeim tíma til þess að keyra á hverjum einasta sunnudegi frá Reyðarfirði norður á Akureyri til þess að mæta í hóp hjá Aflinu. Og ég tók því fegins hendi og fór, keyrði í alls konar veðrum og alls konar ferð, skítrætt, jafnvel, mætti stundum bara beint í vinnuna, þú veist, keyrði yfir nóttina og mætti beint í vinnu að mótni. En þar opniðist dyr. Ég flytt svo norður á Akureyri og fara í nám, langþráður draumur sem að rættist þar. Ég fór í grafíska hönnun, var búin að vera, þetta var 16 ára draumur í raun og veru. Og ég var ekki búin að vera lengi í náminu þegar að í raun og veru ég komst í algjört þrot, hreinlega. Bara mín andlega heilsa var orðin það slæm og mér var farið að líða það illa, ég ákvað að nú væri bara komið gott. Ég var að særa alla í kringum mig og ég fann svo til með börnunum mínum fyrir að eiga svona móður sem gat ekki hugsað þau almennilega. Og mér fannst eins og það væri bara réttlætanlegt. Það væri eiginlega besta sem ég geti gert fyrir alla, þar að meðal sjálfa mig, það væri að bara láta mig hverfa. Og ég var búin að ákveða hvernig og ég var búin að ákveða hvar. Og ég var mjög reið þegar að þær áætlanir fóru út þúfur af því að fólk þekkti mig betur en ég hélt. Og maðurinn minn, sem að þá var reyndar ekki maðurinn minn, hann kom því til leiðar að ég lagðist inn á geðdeild. Það átti bara að vera 2 dagar, þetta var mjög lúmst, ég fór sérst í viðtal hjá lækni í algjörri þrjósku og sat alveg svona bara og bara ætlaði ekki að láta hjálpa mér. Ég þurfti enga hjálp, ég var búin að ákveða hvað ég ætlaði að gera, það var hjálpin mín. Og mér var sagt, Jenny mín, viltu ekki koma bara í hvíld í 2 daga og þú veist, gefa börnunum smá pásu frá þér. Og það virkaði. Og þessir 2 dagar urðu að mánuði, hreinlega. Og þar voru gerða tilraunir með lyf, ennþá fleiri lyf og ennþá fleiri lyf. Og ekkert virtist virka þannig síðan. Ég fekk samt að sleppa heim eftir mánuðinn með því skilyrði að ég kæmi reglulega í viðtöl og var undir miklu eftirliti. En á þeim tíma var ég eiginlega bara orðin algjörlega flöt. Þú veist, þetta var ekkert líf í raun og veru. Ég gerði bara það sem ég var sagt að gera og reyndi bara einhvern veginn að lifa af. Ég fór að vinna hjá Aflinu samt sem áður 2009. Ég var búin að fara í gegnum leiðbindanámskeið og hugsaði með mér, ok, þú veist, kannski get ég hjálpað einhverjum öðrum þótt ég get ekki hjálpað sjálfur mér í raun og veru. Það var rosalega gott fyrir mig að vinna hjá Aflinu af því að þar gat ég falið mig svolítið. Ég varð upptekin af því að hjálpa öðru fólki og þá þurfti ég ekki eins mikið að hugsa mín vandamál. Og það var rosalega gott reyndar að vera þar og yndislegt fólk sem þar vinnur og frábært starf. En mín vanlíðan hélt samt alltaf áfram. Ég var send í rafmeðferð 2 sinnum sem er töluvert inngrip fyrir mannesku en alltaf þetta þrot. 2010 kemur nú Sigurðar á máli við okkur hjá Aflinu sem þá unnum og sagði okkur frá gæfusporunum. Og ég veist svo gaman að Jokka skildi hafa sagt ekkur þarna áðan að þetta væri nú eitthvað sem var ekki fyrir hana því að ég hugsaði nákvæmlega sama. Bara ósitt, þetta hljómar bara hræðilegt, ég fer ekki að leggja þetta á mig. En sóttum að því allar hinar sóttum og hugsaði með mér, nei, hún fer ekki að taka mig inn. Ég hlýt að vera safe. En hún tók mig inn. Og ég man að ég bölvaði í huganum alveg hræðilega og hugsaði með mér hvernig ósköpunum ég gæti nú komist undan þessu. Þetta væri of mikið fyrir mig. En í gegnum prógrami fór ég samt hjá henni Sigrúnu í miklu mótþróa. Ég tek það fram. Ég held ég hafi ekki verið auðveldasti skjólstæðingurinn og ég var enga veginn tilbúin í þetta. Þetta var rosaleg vinna, alveg svakaleg. En á eftir að hyggja frábær. Vegna þess að þarna fékk ég verkfæri sem að ég nýti mér enn þann dag í dag. Kannski það stærsta sem ég lærði í gegnum gæfusporin var það, og þetta var mjög erfiður sannleikur, ég tek það fram,
En það var það að þetta var undir mér komið. Mín heilsa var undir mér komin. Mér fannst það ógeðslega fúlt. Mér fannst það ógeðslega fúlt að það væri í alvörunni ekki til lyf og það væri í alvörunni ekki til neina leiðir. Það gæmi enginn og bjargaði mér nema ég sjálf. Þetta var rosalega erfitt. En þetta lærði ég í gegnum gæfusporin. Þar þurfti ég að takast á við sjálfa mig og takast á við mína drauga og mína fortíð og allt það sem ég hafi gengið í gegnum. Og það skilaði mér þar sem ég í dag í raun og veru. Ég ætla ekki að segja að ég hafi bara labbað út í gæfusporunum og verið bara frábær. Þetta ennþá barátta, algjörlega. En í dag ég búin að vera lyfjalaus í 4 ár, algjörlega. Ég vinn sem verslunarstjóri á kaffihúsi Te og kaffi á Akureyri. Eitthvað sem ég bjóst aldrei við að ég myndi gera vegna þess. Og ég heyrði það af skotspónum að henni Sigrúni hafi eiginlega verið varað við að taka mig inn í gæfusporina því að ég væri bara hreinlega lost case. Mér væri ekki viðbjargandi sem mannesku. Ég bý með börnunum mínum og manni og ég á 2 barnabörn og ég mjög stolt af því að geta staðið bara keik í dag og sagt að lífið bara frábært í raun og veru. Og ég mæli alveg algjörlega með því að og ég vona innilega að gæfusporin fá að halda áfram af því að þetta verkfæri sem nauðsynlegt fyrir fólk eins og mig. Takk fyrir kærlega.